Komið í sæl og verið velkomin á Hrafnaþing. Í dag ætlar Starri Heiðmarsson, fléttufræðingur hjá okkur á Náttúrufræðistofnun Íslands, að flytja okkur erindi sem heitir Breytingar tindagróðurs í Öxnadal 2008 til 2021. Í erindinu þá ætlar hann að segja okkur frá rannsóknum á háfjallagróðri á fjallstindum í Öxnadal, en þessar rannsóknir eru hluti af alþjóðlegu verkefni sem ber heitið Gloría. En markmið þess er að meta hver áhrif hlýnunar jarðar verður á gróðurfar heimsins með reglulegum mælingum. En ég ætla bara að gefa þér orðið, Starri. Já, takk fyrir það, María. Og takk fyrir að gefa mér tækifæri til að ræða þessar merkilegu rannsóknir á Hrafnaþingi. En þetta er verkefni sem byrjaði árið 1998 niðri í Ölpunum og er samstarfsverkefni fjölmargra aðila í fjölmörgum ríkjum. Og þetta er svona sprottið upp af þeim loftslagsbreytingum sem við erum að upplifa. Og mér finnst alltaf gaman að sýna þessa frábæru myndaseríu ofan úr Fossadal í Esjufjöllum, þar sem við sjáum hvernig hefur hlýnað og minnkað jökullinn á milli ára. Við erum með elstu myndina tekna árið 1950, síðan 1979 og allt til 2017. Og þið sjáu hvernig jökullinn hefur minnkað stórkostlega, auk þess sem að það er komið lón í þennan ágæta dal þarna upp frá. Og það má segja að þetta sé það sem er grundvöllurinn að því að verkefnið hefst. Nú, þessi samstarfsaðilar okkar sem að hófu verkefnið niðri í Ölpunum, þeir höfðu þá sérstakan áhuga á hvaða áhrif þetta geti haft á tegundafjölbreytni og líka þá útbreiðslu og þekju einstakra bæði tegunda og tegundahópa. Þeir byrjuðu þá á að skoða spekulur í hvort að það verði á nýja tegundir sem myndu ná fótfestu. Nú, við getum líka reiknað með því og þá getum við sérstaklega litið hér til Íslands að við gætum átt von á því að það verði hægt að rækta ýmsar nýjar nytjaplöntur og það myndi aukast útbreiðsla slæðinga vegna þess að loftslag fer hlýnandi og verður hagstæðara. Og þetta er náttúrulega líka betri almenn skilyrði gróðurs og svo er spurningin hvort að hánorrænar tegundir muni hverfa. En þetta er allt sett niður kannski á svolítið skipulagan hátt í þessu ágæta verkefni og mig langar að byrja áður en ég fer að tala þær niðurstöður eða frumniðurstöður, því að það er nú með þetta eins og svo margt annað að þegar að maður ákveður að halda fyrirlestur ákveðið efni að þá er langt í að maður eigi að gera það og það er ekki alltaf svo að maður sé komin á þann stað í gagnaúrvinnslu þegar að síðan kemur að flutningi verkefnisins og ég veit að kollega mínir margir tengja við slíka pælingar. En ræðum aðeins Gloríu verkefnið sjálft og það er ekki einungis þó að þessi sprottið í Ölpunum að þá er fjalllendi í flestum heimshlutum og eins og ég er búin að minnast á þegar, þá eru tegundir þar viðkvæmari fyrir hlýnun. Þetta ætti að öllu jöfnu að vera samanburðarhæft milli landa ef við erum að líta á hlutina í sambærilegan hátt. Og síðan má líka segja að fjalllendi sé undir mun minni áhrifu mannsins en flest önnur vistkerfi. Og það á að sjálfsögðu við hér á Íslandi ekki síður en annars staðar, en vissulega er stór hluti Íslands undir áhrifu mannsins. Það er ekki nema við komumst á staði eins og jökulskerin í Breiðamerkurjökli, eins og Esjufjöll sem ég sýndi ykkur mynd af áðan, að við komumst algjörlega undan því. Nú, það eru það bil 137 Gloríasvæði virk á heimsvísu og þið sjáið hvernig þau dreifast hérna allar heimsálfur nema Antartíku. Þetta er talsvert umfangsmikil vettvangsvinna sem þarf að vinna í hvert skipti sem að farið er í að endurmeta svæðin. Þannig að það kannski útskýrir að hluta til akkur slík svæði er ekki komin á Antartíku ennþá, auk þess sem að vegna tegundafæðar á því svæði er ekki heldur víst að það sé auðvelt að greina mikla breytingar til að byrja með.
Nú, í verkefninu sjálfu þá megin þunginn settur á tegundafjölbreytnina. Spurningin þá hvort að fjöldi tegunda sé að breytast á 5 til 20 árum. Eru hlutföllin að breytast til lengri tíma litið? Hvernig breytist hitastig og snjóalög? En þetta tiltölulega einföld grunngerð sem auðvelt að setja upp og kannski þarf ekki mjög mikla sérfræði þekkingu á mörgum ólíkum lífveruhópum til þess að stunda. Og það þá æðplöntur sem sérstaklega litið á, síðan eru fléttur og mosar skoðaðar sem hópur eða hópar. Þekjan og tíðnin skráð, þetta allt myndfest og ég mun fara nánar aðeins yfir hvernig tindarnir eru, hvernig þeim skipt niður. En síðan hægt að fara í frekari rannsóknir á þeim svæðum þar sem sérfræðiþekking til staðar og eru sterk teymi á bak við staðinn. Þannig að það sé hægt að skoða á fléttur, mosa og smádýr, framleiðni, jarðvegsvirkni, æxlunarlíffræði, köfnunarefnisákomu og svo framvegis. Og möguleikin náttúrulega líka á að setja upp enn flóknari veðurstöðvar og setja þetta allt í betri tengingu við fleiri breytur menn vilja svo. Nú, hugmyndafræðin á bak við þetta byggir þá á því að það séu mun viðkvæmari tegundir sem að búa á fjallstindunum, séu þar kannski við mörk útbreiðslunnar, en kannski þá líka hafi flúið þangað undan samkeppni má segja og geti þess vegna verið á þessum ágætu fjallstoppum vegna þess að þar hjarað af en þurfi ekki að berjast við aðra pláss fyrir sig og sína. Nú, prinsipið að velja 4 tinda í mismunandi hæð yfir sjávarmáli, en á það takmörkuðu svæði að loftslagið sé svipað. Þannig að hæðin yfir sjó á að vera eina breytan sem ólík á milli þessara ólíku tinda. Og það þá bara hæðarprófíllinn sem skiptir máli. Nú, hver tindu fyrir sig, það eru eiginlega 10 efstu hæðarmetrar tindsins sem skipta máli. Þannig að það þarf að feta sig niður tindin í réttri hæðarmetrum og 5 metrum neðan toppsins, þar eru settir upp fastir reitir í allar höfuðáttirnar. Þannig að við erum með 3x3 metra reiti þar. Þeir eru síðan, þeim síðan skipt upp tindunum sömuleiðis eftir línum sem eru dregnar í norðvestur, suðaustur og svo framvegis sem að myndar geira. Og þið sjáið á neðri myndinni, þessi 4 geirar, það eru 4 geirar sem eru 5 metrum neðan við topp og 4 geirar sem eru á bilinu 5 til 10 metra neðan toppsins og eru þá settir upp með svona dökkgulum lit á neðri myndinni. Og í þessum geirum og sömuleiðis inni í þessum 3x3 metra reitum sem eru fastir og þið sjáið sem eru svona eins og skákborð þarna inn á myndinni, að þar tíðni og þekja skráð í hotreitum þessara 3x3 reita sem að eru þá 4 reitir af 9 í hverju höfuðátt og sömuleiðis gerður tegundalisti og síðan eru náttúrulega gerðir tegundalista líka í þessum geirum sem að ná niður á 5 metra og frá 5 metrum niður í 10 metrana. Og þessar skráningar eru allar skráðar. Þegar að farið var af stað með verkefni þá var miðað við að þetta yrði gert á sirka 10 til 12 ára fresti. Glöggir stærðfræði heilar sjá það náttúrulega fljótt að þetta var fyrst gert hér árið 2008 og síðan aftur núna 2021. Þannig að það leið nú örlítið meira en það á milli, en vonandi náum við að halda réttum dampi núna og í samstarfinu sjálfu hefur verið sett það markmið að gera þetta á 7 til 8 ára fresti núna til þess að reyna að bæta gögnin og fylgjast betur með. En snúum okkur aðeins að svæðinu sem til rannsóknar hérna í Öxnadal
og hefur verið fylgst með síðan árið 2008. Ég vona að þið getið áttað ykkur á hvar þið eruð í veröldinni á þessu ágæta korti sem ég fékk frá mapp.is. Þið sjáið þarna Hraunsvatnið svona cirka fyrir miðju korti og síðan erum við með þessa 4 tinda sem eru í, tinda og ekki tinda. Það má kannski nefna það að þar sem að þetta verkefni sprottið upp í Ölpunum, að þá það skipulagt með það fyrir augum að passa í alpalandslagi og íslenskt fjallalandslag kannski ekki beint sömu gerðar og alpalandslagið, þar sem að hér mun meira af hryggjum. Flest okkar fjöll oft aflöng sem að skýrist þá af sprunguvirkni og hvernig jarðfræði Íslands uppbyggð, en ekki mótuð af þessum skálarjöklum sem að alparnir eru svo mótaðir af, sem að gera það að verkum að þar alltaf þessi fínu tindar sem eru með góðar hliðar, 4 hliðar. En við ræðum það kannski aðeins síðar þegar ég sýni ykkur myndir af þessum tindum okkar Íslendinga eða í Öxnadalnum. En þið sjáið að neðsti tindurinn heitir Sjónarhóll, hluti af svokölluðum stöpum sem eru svona lágir hólar sem maður gengur rétt undir þegar maður gengur upp að Hraunsvatni frá hálsi í Öxnadal og örin bendir á. Síðan það einbúi sem það bil 700 metrar, Sjónarhóllinn í 520 metra hæð. Svo það einbúi sem í cirka 700 metra hæð yfir sjó og stendur þarna einmitt norðanvert í Öxnadalnum. Síðan erum við með Fagranesfjall, það eru 2 staðir þar sem eru teknir til rannsóknar. Sá sem í 850 metra hæð svona eiginlega stakstæður hóll sem stendur út úr fjallshlíðinni í 850 metra hæð, því að það var ekki auðvelt að finna annan nothæfan tind í þeirri hæð, og síðan komin upp á topp á Fagranesfjalli sem í 1250 metrum. Það sem ekki ákaflega lítill gróður þar uppi. Þannig að sá tindur var nú svona að sumu leyti einfaldastur í mælingu þó að væri tekið lengstan tíma að koma sér þar upp. Nú, ég var svo lánsamur að fyrir 2 árum þá kom til mín nemi við Landbúnaðarháskólann sem að vantaði BS-verkefni til að vinna að, sem úr Hörgárdalnum og hafði áhuga á þessu svæði. Eva Margrét Árnadóttir og skilaði BS-ritgerð svæðið og 2008 mælingarnar árið 2020 og það slóð sem að vísar á BS-ritgerðina hennar í skemmunni. En þið sjáið þarna, kemur kannski ekki beint á óvart að það fækkar náttúrulega tegundum eftir því sem ofar dregur, en það voru alls 102 tegundir árið 2008 sem að fundust. Nú skal það bara viðurkennt að það ekki búið að full ganga frá gögnum fyrra árs árið 2021. Þannig að ég veit ekki hvort að sú heildartala hefur breyst, mér þykir það ekki sennilegt, en kannski getur það munað einhverjum örfáum tegundum. En þið sjáið að við erum komið niður í 29 tegundir þar sem að hæst komið, en það 77 tegundir þarna niður á Stapa. Og þið sjáið líka, og ég kannski vil biðja ykkur að veita því athygli, að við erum með svolítið, það eiginlega mörk sem að verða á milli þessara 2 lægri tinda og síðan 2 efri tindana. Og Eva Margrét bendir einmitt á það í ritgerðinni sinni að það gæti verið að það má kannski setja á lítið spurningamerki hvort það gæti hugsanlega verið ekki bara spurningum hæði við sjó, heldur líka það að einbúi og staparnir eru nær hver öðrum heldur en síðan reitirnir eða sem sagt staðirnir 2 á Fagranesfjallinu sem eru jú sunnan við eða austan við Öxnadalinn. Nú, meira því sem að hún gerði, Eva Margrét, að hún gerði svolítið að fjölbreytugreiningum og kannaði líka hversu líkir og einstakir reitir væru hver öðrum. Og þið sjáið hérna á efri myndinni þar sem að verið að líta á fjölbreytugreininguna á öllum reitunum sem að byggir þá á magni hverjar tegundar í hverjum reit. Að við erum með meiri breytileika í þessum lægri tindum, stöpunum og einbúa
en síðan eru þeir nokkuð þétt saman þarna hægra megin það bil fyrir miðju, reitirnir eða staðirnir sem eru í Fagranessfjallinu. Og það kemur svipað út ef við kíkjum á hverjir þeir eru tengdir hver öðrum í greinaritinu eða dendrograminu sem þarna neðar, þar sem við erum einmitt með skiptinguna á milli reitana sem eru í 520 og 700 metra hæð, meðan að hæsti tindurinn og sá sem í 850 koma út á svipaðan hátt. Og sama gerist, Eva Margrét í BS-verkefni sínu, hún leit á hverja hlið fyrir sig og eins og kom fram áðan, þá eru settir upp fastir reitir 5 metra fyrir neðan toppinn á hverjum tind fyrir sig og þar fylgst með föstu reitunum og þegar hún fór í greiningu, reyndar bara á gögnunum frá því árið 2008, þá leit hún á vesturhlið, austurhlið, norðurhlið og suðurhlið og þar getið þið séð hvernig reitinni komu saman, en það sem kannski kemur líka í ljós að þar skiptir mestu máli og hefur mest áhrif á fjölbreytugreininguna. Það eru hlutir eins og hæði við sjó og hversu mikil skriða og í sumum tilfellum líka hversu mikið af ógrónu landi. En þetta eru allt breytur sem eru skráðar á vettvangi og eru síðan bornar sama við svæði annars staðar á önnu glóríusvæði. Nú, ef við ræðum aðeins síðan breytingarnar og hvað kom í ljós við síðustu mælingar árið 2021 og bara eins og ég sagði í upphafi, þá eru gögnin enn á leið í miðlægan gagnagrunn og að hluta til kannski skýrist það af því að við erum með þennan ágæta miðlæga gagnagrunn sem að tengingar geta valdið vandræðum þegar á að fara að skrá inn. En hvað það? Frumniðurstöðurnar benda ekki til stórkostlegar breytinga, en það verður forvitnilegt þegar öll gögn eru komin inn og verður farið að líta meira á einstakar tegundir. Það eina sem ég gerði núna var að líta svolítið gróft á meðaltöl og hvort það voru að verða einhverja breytingar annarkvort í tegundafjölda eða þekju flokkana eða hópana sjálfra, það er að segja æðplantna, mosa og fléttna. Og sjáið þið, það alltaf tekna myndir. Nú kemur náttúrulega líka í ljós að það kannski ekki alltaf sem að gera það eins með 13 ára millibili, en þið sjáu á myndinni til vinstri að það myndin síðan 2008, þetta austurhlíðin á stöpunum og hægra megin þá 2021 myndin af 3x3 reitnum og í þessum reit þá tekin allir hornreitirnir og þeir hljóta á það má segja að það sé bara nokkuð lógísk nafngiftakerfi í kringum þetta allt saman því að þá heitir reiturinn niður í horninu til vinstri austur eða E11, sá sem lengst til hægri þá E13 og síðan þá upp í horninu E31 og svo E33 sem gengur það út frá þessu hnitakerfi sem að sett upp og ég hef sett þarna upp fyrir ofan, það eru bara þessar meðaltölin að árið 2008 þá voru þarna 23,5 að meðaltali 23,5 tegundir sem fundust í reitunum 4. Árið 2021 voru það 25,5 og þið sjáu að það ekki mikil breyting á ólíkum þekjuflokkum eða þekju ólíkra flokka. Æðplönturnar minnkuðu 64% upp í 61%, mosarnir ennþá 7% og flétturnar úr 4 niður í 3% og þetta að sjálfsögðu sjónmat, þannig að það ákveðin skekkjumörk. Þannig að þarna í raun og veru ekki neinar alvöru breytingar að ræða og bara eins og ég segja aftur, svo ég endurtaki það að það sem að gögnin ekki enn komin inn í miðlæga gagnagrunni, þar sem að hægt að fara að vinna almennilega með þau, þá ekki hægt að draga of miklar ályktanir af neinu slíku fyrir en að slíkt við skoðað. Mér langar kannski rétt að minnast á eitt enn áður en ég held áfram og fer meira í fleiri myndir og aðeins af línuritum að það eru settið niður hitamælar sem eru grafnir niður í miðju reitnum á hverjum 3x3 metra reit fyrir sig og þar þá hægt að sjá fylgjast með eftir að hlaðið
inn af þessum síreitandi hitamælum, meðal annars hvernig hitastigið breytist eftir ástíðum, en sömuleiðis hvenær snjór fellur, vegna þess að þá breytist dægursveiflan. Nú, ef við lítum á tegundafjölda eftir hæð, og þarna sjáum við að ég er að reyna að bera saman 2008 mælinguna við mælinguna frá því fyrra, árið 2021, og þið sjáum að það er ekki stórkostlegar breytingar sem verða. Það er þarna kannski að fjölga í einhverjum tilfellum, eins og í þessari austurhlíð Stapa, sem við vorum að kíkja á myndina af rétt áðan, þar sem að fjölgaði þó 2 í þessum meðaltölum, en bara svo ég taki það enn og aftur fram, það er með öllum fyrirvara sem ég set slíkt fram, og þið sjáum þarna að þessi bláleitu eru þá nýja mælingin og þessi rauðleita er þá síðan 2008, og X-ásnum er þá settur upp hæð yfir sjó, þar sem þið sjáum náttúrulega mjög greinilega hvernig tegundum fækkar eftir því sem við förum ofar, og það er mjög svipað þegar við lítum á aðra þætti eins og þekjuæðplantna hérna fyrst, að þekjan minnkar náttúrulega eftir því sem að ofar dregur, og á sama tíma sjáum við að breytingarnar eru ekki stórkostlegar þó að einhverja breytingar séum að ræða. Þetta er oftast tiltölulega nálægt hvert öðru, getur munað nokkrum prósentustigum í mesta lagi. En þessi gögn verða betur greind leið og þau eru komin á sitt rétta form. Þekja mosa, það var nú öllu meiri breytileiki þar á nokkrum stöðum, sérstaklega hjá tindinu sem er yfir 7 metrunum, einbúa, sem að er þið sjáu þarna einbúa austur og einbúa norður, þar sem að minnkar þó nokkuð mosa tíðnin, eða þekja mosana, og hjá fléttunum er það eiginlega öfugt því að það eykst þá frekar þarna á einbúa reitunum. Nú, ég ætla að sýna ykkur örlítið af myndum sem að koma þarna úr þessu verkefni, þar sem við erum með samanburðin á milli 2008 og 2021, og líkt og áður þá set ég þessar tölur yfir meðaltölin úr þessum 4 hornreitum þarna fyrir ofan, og hérna sjáum við á austurhlíð á Stöpunum, þar sem að urðu örlítil prósentustiga aukning á milli þessara 13 ára á reitunum 4. Norðurhlíðin, þið sjáum hana hér, og það er nú ekki hægt að merkja stórkostlega breyting á tegundafjölda, en það er eitthvað að breytast að öllum líkindum hvað varðar þekju æðplantnanna, og í einstaka stöðum þá voru enn meiri breytingar að ræða, eins og á austurhlíð einbúa sem þið sjáum myndirnar hér, og þar kom í ljós að fléttum hafði þær hafði aukið þekju sína allnokkuð á þessu bili, á þessum árum, og mér lék forvitni á að skoða aðeins nánar, því að það er náttúrulega teknar myndir af öllum smáreitum sömuleiðis, ekki að það sé verið að nýta myndgreininguna, þó að það væri vissulega mjög spennandi kostur að væri að nota myndgreiningu til þess að greina sundur þessa tegundahópa. Hérna sjáum við einmitt einbúa E13 reitin, þar sem er bæði gerð tíðnimæling og þekjumæling til að bera þetta saman, og svo þar að auki notaði prjónar til að stinga niður á 100 stöðum til þess að fylgjast, til þess að skrá niður það sem hann snertir á leiðinni niður. En þið getið séð hvernig fléttuþekjan hefur aukist umtalsvert á milli árana 2008 og 2021 í einbúareitnum númer 13, austur 13, eða E13, og var komið alltaf 50% hérna árið 2021. Og þetta er svo síðasta hliðin á einbúa, nei, ekki alveg síðasta, en vesturhlíðin, og það er náttúrulega líka, ég bendi ykkur á að þessar myndir eru teknar sitthvoru megin frá, en ég bendi ykkur líka á að það getur haft áhrif landfræðilegar aðstæður, og það var kannski mest áberandi á einbúa hversu erfitt getur verið að koma svona svæðum fyrir á Íslandi, vegna þess að þar erum við með nokkurs konar hrygg, þannig að austur, suður, norður og vesturhlið, þær voru þannig að bæði vesturhlíðin
og norðurhlíðin voru eiginlega á sömu hlið á þessum ágæta hrygg sem að Einbúi er. En ég get sagt ykkur að Hörður Kristinsson var búinn að leita og er hann nú staðkunnugur maður og velkunnugur Ísland allt leyfi með að segja, en hann var búinn að spekulera mikið í því hvar væri hagfelldast að koma þessu verkefni fyrir þannig að það væri samanburðarhæft og hægt að koma 4 tindum fyrir sem gætu svarað þessum skilyrðum sem settar eru. Og hér sjáum við svo suðurhlíðina á Einbúa. En það sem ég vildi líka segja hérna sérstaklega eins og með vesturhlíðina er að það getur líka skipt máli, þetta er oft í þó nokkuð miklum halla og þá getur svona jarðvegur sem rennur til skipt máli og haft áhrif á það sem að gerist í reitunum á milli skipta. Nú, þarna erum við búin að vera í bæði skiptin í Einbúa og Stöpum sem eru lægri tindarnir sem að eru staðsettir norðan eða vestan við Öxnadal. Ég verð að segja að áttaskyn mitt, það breyttist talsvert við að vinna þetta verkefni árið 2008 þarna inn í Öxnadal sem eru alltaf fundist liggja nokkuð norður-suður sem er alls ekki reyndin. En förum síðan yfir dalinn upp í Fagranesfjall sem er eiginlega bara beint fyrir ofan Geirhildargarða fyrir þá sem eru vanir að keyra niður Öxnadal sem er eyðibýlið þarna rétt ofan við Engimýri og hérna sjáum við á norðurhlíðina á Fagranesfjallinu og þarna er æðplöntu þekjan farin að minnka talsvert. Mosar eru orðnir meira áberandi og fléttur og í þessu tilfelli þessa fléttu þekja sem ég er að sýna ykkur, hún á alltaf við blað- og runnfléttur sem er á jarðvegi. Það er ekki verið að líta til fléttufungunar sem er á grjóti, sem verður meira og meira áberandi eftir því sem ofar dregur. En reyndar má nefna það sem kom okkur aðeins á óvart en við vorum að finna tröllaskegg, úsnöðu svaselata, alveg niður á Stöpunum í 520 metrum. Og hérna höfum við á suðurhlíðina á Fagranesfjallinu sem er tiltölulega grýtt og ekki með mikla þekju af nokkrum hlut og síðan er komin upp á hæsta og þar var reyndar bara austurhlíðin í 3 metra reitunum sem hafði einhverja þekju af æðplöntum að ræða og einhvern jarðveg til þess að hafa mosana eða flétturnar á. Og þið sjáu að það er ekki nema 1%. Vísu erum við með 5 tegundir sem finnast þar en við erum ekki með nema 1% þekju æðplantna og örlítið meira af mosunum sem reynda minnkar allnokkuð milli ára. Nú, ég er búinn að tæpa aðeins á ýmsum hlutum varðandi verkefnið en mér langar kannski svona bara til að taka saman að það er mjög dýrmæt reynsla getum við sagt komin á verkefnið eins og núna og ég er sannfærður það að gögnin verða náttúrulega mikilvægari með tímanum og við þekkjum það jú með vöktun sem hefur staðið lengi að hún verður jú oft mikilvægari vegna tíman sem hefur litið. En það er ekki bara það, heldur er þetta óhemju verk að fylgja þessu eftir og endurmeta þessa reiti sem eru staðsettir á fjöllunum, á tindunum. Bæði tekur nú ákveðin tíma að koma sér þarna upp, en ekki síður það að þetta er mikil vinna og ég var eitthvað að reyna að slá tölu á þetta áðan, en þetta tók þó nokkur tíma núna síðasta sumar. Ég held við höfum verið ekki minna en 10 eða 11 virka feldaga og þetta var hópur með 4 til 6 rannsakendur í hvert skipti, þannig að það er fljótlega að reikna út hversu langan tíma þetta tekur. Nú, annað sem þetta gefur möguleika á ýmsum nemendaverkefnum sem hægt er að tengja við tindana þegar að gögnin eru komin og farið að safna upp meiri gögnum sem geta þá gefið möguleika á að tengja við ýmislegt annað. Og gefur þá sömuleiðis möguleika á frekari rannsóknum sem að verða á áhrifum loftslagsbreytinga í tengslum við svæðið. En ég vil líka bara að lokum segja að það verður gaman að koma þessum gögnum inn í miðlæga grunninn og það sem verður þá hægt að fara að nýta þau í sameiginlegar birtingar sem að hópurinn hefur verið að gera en það á komið vel á annað 100
útgáfur út síðan 1998 sem tengjast bæði einstökum glóríastöðum en sömuleiðis stærra samhengi. Nú, upphaflega þá var þetta sett á fót með styrk frá Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar og það voru samstarfsmenn árið 2008 sem voru þá og það má kannski nefna það líka, ég hef áður fjallað þessa rannsókn árið 2009 þegar við vorum nýlega búin að fara fyrri umferðina en að þetta skyldi vera framkvæmt á síðasta ári má eiginlega þakka tilviljun og góðvilja skulum við segja samstarfsfólksins árið 2021 en það kom gengi til landsins reyndar í tengslum við það að þau voru að fara norður á Sakkenberg á austurströnd Grænlands til þess að taka út glóríureit þar og í leiðinni tóku þau 10 daga og hjálpuðu til við reitina í Öxnadalnum og ekki bara það heldur settu þau líka aukinn kraft getum við sagt í jarðvegsrannsóknir því að Hakin Sjepis, hann mastersnemandi þarna niðri í Austurríki og hann var að vinna í jarðvegsrannsóknum og tók snið í hverjum reit á hverjum tindi fyrir sig sem hann gerði síðan líka norður í Sakkenberg. Og hér einmitt hópurinn þar sem við vorum búin að klífa Sakkenbergi sjálft á Grænlandi en ég fór síðan með þeim til Sakkenbergs og endurgalt greiðan getum við sagt og hjálpaði þeim til við að taka Sakkenberg-reitina og von mín sú að 8 árum liðnum þegar kominn tími til að fara næstu umferð þá geti það passað fyrir gengið að stoppa aftur og við getum þá aðstöðað þau við að taka út reitina á Sakkenberg. En þá þakka ég fyrir mig og opna fyrir spurningar. Takk fyrir kærlega Starri. Það mjög áhugavert að heyra þessu mikla verkefni. Ég get vel ímyndað mér að þetta sé mikil vinna. Og ég vona í framhaldinu að það verði einhverjir nemendur sem hafa samband sem að vilja taka þátt. En það engar spurningar komnar á netinu en eru einhverjir í salnum hjá þér? Ég skal heyra með áheyrandann. Það spurt hvort það séu spurningar úr sal. Það spurning úr sal. Kristín Pétur spyr hvort það sé ekki mikilvægt að hafa upplýsingar tegundafjölda á svæðinu í heild áður en eða til þess að tengja við tegundafjöldan á tindunum sjálfum. Og ég tek algjörlega undir það og ég held líka að það hefur nú verið safnað þó nokkuð af gögnum og Eva Margrét reyndar kíkti aðeins á það líka í BS-verkefninu að bera þetta saman við hæðamörk. Það var nú verkefni sem unnið var að hér á 7. áratugnum sem fjallaði hæðamörk plantna á Eyjafjarðarsvæðinu sem að vísu var meira niðri við sjóinn þar sem menn voru þá að reyna að koma frá sjávarmáli og upp en þau gögn geta vissulega hjálpað til og við erum náttúrulega með mikið af tegundum sem að við þekkjum hæðar útbreiðslu þeirra og sem dæmi jöklasóley sem einmitt á hæstatindnum en ekki hinum og kemur þar inn. Þannig að það hægt að tengja það við slíka hluti og þess vegna líka breytileiki á milli tindana hvað varðar tegundasamsetningu. Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar hjá þér, Starri? Ég held ég sé búin að ausa úr brunni áheyrandans. Já. Þá bara þakka ég þér aftur fyrir og þetta var síðasta hrafnaþing vetrarins á morgunni sumardagurinn 1. og við
Hjá Náttúrufræðistofnun Íslands óskum ykkur gleðilegs sumars og sjáum ykkur aftur í haust. Takk.